Núna þegar við erum komið með all þessi JavaScript virkni og við erum farin að sjá hvernig þetta svona spila saman og gerir ýmsa skemmtilega hluti, þá spurning svona hvað getum við gert sem forrættur til að setja upp umhverfið okkar og einhvern veginn stilla því upp þannig að við svona getum skipt upp verkefnunum okkar eins og við höfum verið að gera í SAS-verkefnunum og nota einhverja lintera eins og við höfum að gera sá með ES-lint í seinustu viku og tengja þetta saman og láta þetta einhvern veginn svona allt spila saman, já. En þessi JavaScript tól og þessi tólaheimur og þessi bara allt þetta í kringum JavaScript og Node.js sem búið að vera á fullu núna seinustu bara 10 ár er svona, það er alveg áhugaverð stúdía bara í mannlegri hegðun og bara utanumhaldi á verkefnum og að vinna með stór svona ecosystem og já. En þegar við erum að nota svona tól þá erum við að taka ákvörðun það að nota eitthvað og að nota eitthvað tól ætti aldrei að vera í raun trompa því að vera trompa verkefni sem við erum að gera. Það ætti ekki að láta okkur hætta við eitthvað eða gera eitthvað sem við vitum að ekki æskilegt. Til dæmis eins og ef að tólið styður ekki aðgengismál þá eitthvað að tólinu og við ættum virkilega ekki að nota það. Ef að tólið lætur okkur ekki geta gert vefi sem eru resilient, þar að segja þeir senda HTML-ið sitt, þá ættum við virkilega að skoða erum við að nota rétta tólið fyrir þessi verkefni. Við munum samt sem áður í okkar bublu, þar sem við erum að læra þetta, gera hluti sem að við erum ekki að fylgja þessu réttu reglum, við erum ekki að vera með þessa server-side rendering og þetta. Það er bara því við erum að læra, en þegar við förum að gera eitthvað sem við erum að setja út í heiminn og erum að leyfa fólki að nota, þá þurfum við alltaf að vera meðvituð það að við þurfum að það ábyrgð í því og við þurfum að hafa okkur faglega. En fyrsta í raun að JavaScript búið að vera þroskast mikið eða svona bætast mikið við málið seinustu 5 ár frá því að ECMAScript 6, ECMAScript útgáfa 2015 kom út og það raun búið að bætast við það og það alltaf eitthvað svona smá sem að koma í nýjum stöðlum og við erum komið með ECMAScript 7 og 8 og við erum núna að vinna með 9. En Vafrar almennt eru bara með 95+ stuðning við ECMAScript 6 og þá aðlúta því að Edge var bara hent og skiptum Vafra vel þar og bara tíminn. En síðan þessi nýri virkni sem skilgreind í ECMAScript 7 uppur með góðan stuðning en ekki nógu góðan stuðning þess að við getum notað almennt og almennt þá bara eitthvað að við getum bara skrifa JavaScript okkar svona og við bara treystum því að allir geti gert þetta, að ekkert brotni hjá einhverjum. Það líkurnar eftir því sem við notum nýrri virkni, þá líkurnar að því að brotni hjá einhverjum sem að nota vefinn okkar, þau aukast og aukast. Og þá getum við notað eitthvað svona eins og compatibility table hjá þessum cangags, sem við erum að skoða hversu mikið af JavaScript virkni sem er útfærð og þá getum við séð desktop browsers, þá getum við séð 98%, alveg Edge 18 sem áður en að Edge hoppaði yfir í Chrome, það sem stukku upp 70, type 70 versionnúmer. Síðan Safari 14, 100% stuðningur, Firefox Nightly 98% og svo framvegis. Við getum skoða bara niður í nákvæmlega hvað ekki. Og í flestum tilfellum þá þetta þessa listi og í langflestum tilfellum þá fyrir utan Safari, þá það sem vantar proper tail calls eða tail call optimization. Og ef þið farið þegar þið farið í forritunarmál hjá Snorra, þá þetta hala endurkvæmni sem er alveg sérkapítuli hjá honum og í raun eitthvað sem í raun ekki útfært af ástæðum Safari búin að því og annars í raun allir að tikka bara í öll bóksi. Síðan getum við skoða bara hvað í gangi fyrir 2016 sem þá ECMAScript 7, 8, 9, 10, ég veit ekki alveg hvernig þetta er svona eiginlega meira á svona rúllandi stað þar sem þetta í raun bara komið inn svona ár fyrir ár og þá eins og til dæmis stuðningu við big int sem þá stuðningu við það að vera með integers sem eru stærri en max int núna, optional chaining operator og nullis coalescing operator sem eru
þetta er yndisleg virkni, þetta er bara besta virkni sem hefur komið og við munum fara yfir þetta í Webfortran 2. Síðan er þetta sem að vísa hérna yfir á GitHub, það sem að TC39 sem er hérna Technical Committee nr. 39 hjá ECMA sem sér stöðlun á JavaScript. Og þetta er eins og í W3C. Hér eru allir staðlarnir í raun bara opnir og hver sem getur þannig sem lesið hvar staðan á þeim og í raun þess vegna komið með proposal og þá þarf eitthvað svona champion, það getur verið eitthvað author og þá er champion eða champions eru einhverju sem eru innan þessa hóps sem að þér tekst að samfæra. Já, þetta er góð hugmynd, við ættum að vinna því að staðla þetta og þá fer þetta í raun í stöðlun og þetta fer þá í sem sagt, stage 0, stage 1 og svo í raun í þetta sé bara partur af staðlunum og þegar þetta er komið í stage 1 þá eru svona verkefni eins og Babel sem við ætlum að skoða sem jafnvel útfærir þetta í bara kóða. Þannig að það er útfærir transpiler, compiler sem compiler úr forritunarmál í forritunarmál sem leyfir okkur að prófa þessa hegðun og vinna með hana og prófa hana í alvöru verkefnum áður en við setjum hana inn í staðal. Og hérna er þetta að skoða það sem er í gangi núna, hvað er í stage 1 og stage 3 já, hérna er til dæmis eitt sem er mjög spennandi sem er temporal. Þetta er sem sagt standard object as functions for working with dates and times. Þannig að þetta er bara búið að vera að vinna í held ég 4 ár eða meira af því að búa bara til robust leið til þess að vinna með tíma í JavaScript og þá hætti að nota date. Og þetta er bara komið hérna 31 mínúta síðan það var eitthvað að vera að gera hérna, þannig að þetta er bara í active development og er mjög skemmtilegt að maður getur bara, ef maður hefur athygli og áhuga, þá getur maður bara tekið þátt. En þetta þýðir þá líka, til dæmis við heyrum hérna eitthvað, temporal, djúlega það er spennandi, ég ætla að fara að nota það, en þá er eitthvað svona, hvar er það, get ég notað það, hvar er það stutt? Það er komið í Safari en það kemur ekki í Chrome fyrir en eftir 2 mánuði og í Firefox eftir 3 mánuði og bla 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 eitthvað svona. Og þá er það ekkert endilega það sem við viljum vera að eyða tímanum okkar í, heldur, þá viljum við nota þetta svona transpilera til þess að þýða úr þessari nýrri virkni í kóða sem virkar í eldri virkni. Þannig að við erum í raun að taka eitthvað kóða sem er kannski bara einhver ein lína, einhver nice lína sem gerir eitthvað cool og bak við tjöldin er hún expanduð í bara 40 línur sem að lætur þetta virka í öllum þeim umhverfum og vöfrum sem við viljum styðja. Og þá komum við aftur inn í þetta. Við þurfum að setja upp eitthvað tól og við þurfum að setja upp eitthvað ferli og eitthvað bildferli í kringum þetta til þess að geta að nota þetta. Og þá er þetta aftur, er þetta þess virði eða eigum við bara að skrifa okkar venjulega JavaScript og bara láta þetta liggja milli hluta og bara skoða þetta seinna og einbeita okkur að því að vinna verkefnin eða viljum við vera að eyða tími í að setja upp þessi tól. Það hefur verið lenskan. Fólk er að eyða tímanum í að setja upp þessi tól, setja upp þessi bildferli og blessunarlega verður það alltaf auðveldara eftir því sem tími líður og fleiri vinna við þetta. En svo eru þessi tól og þessi ferli taka líka inn þessi polyfill, þar sem þú ert að taka einhvern kóðabút sem lætur þetta bara almennt virka og setja hann inn í umhverfið. Og þá getum við skoða, hérna er til dæmis mörg svona HTML5 cross-browser polyfills. En aftur þetta er svona minni og minni þörf á þessu, en meiri og meiri þörf á polyfillum fyrir bara core JavaScript virkni núna. En transpilerin sem við ætlum að nota er Babel og hann byggir á Tower of Babel. Þá getum við skrifað svona, við getum sett inn next gen JavaScript og við getum skrifað það í okkar forriti, svo blablabla gerum við eitthvað hérna og þá verður til eitthvað svona browser compatible JavaScript. Og þá er það eins og hérna, þetta var null, Elvis operatorinn og hvað ég get gert hérna, const foo jafnt og ASDF spurningamerki punktur hverti punktur foo eða 1. Haha, og hérna fæ ég út kóða sem að gera þetta, og þetta segir okkur athugaðu hvort að ASDF hluturinn eigi hver hlut, athugaðu hvort að hann eigi foo og ef einhver staðar klikkar
þá föllum við tilbaka og það gefa bara 1. Þannig að í einni línu er eitthvað sem áður fyrir skrifum við if ASDF and ASDF.query and ASDF.foo.query.foo. Þannig að þá erum við þetta er bara svona eykur lífsgæði okkar sem forritara. Þetta er svona eykur DX eða Developer Experience. En Babel hefur líka polyfill sem við getum sett upp. En Babel eins og öll önnur tól eru sett upp með NPM. Ég ætla ekki svo sem að taka dæmi það hvernig við nákvæmlega setjum upp Babel, en Babel er risastórt projekt sem með core virkni, það sé með CLI sem bara þetta command line interface til að skrifa tólið sem við keyrum með einhverju skriptu í projektum okkar. Það með preset sem þá svona forskriftir að því. Ég vil að þetta virki ákveðnum vöfrum, þá þetta með leiðir fyrir okkur til þess að skilgreina hvaða vafrar þetta eru. Og síðan Babel með lista af polyfillum sem þá út frá því hvað við segjum í presetunum okkar þá sett inn í projektið okkar. Þannig að við keyrum þetta, síðan búum við til Babel config og hérna þá aðalega það sem við erum að segja hvað ætlum við að styðja. Og hérna erum við að segja að við ætlum að styðja alla vafra sem með yfir 0,25% notkun út frá notkunartölum sem Babel fær einhvers staðar frá og eru ekki dauðir, til dæmis IE11 örugglega með meira en 0,25% notkun, til dæmis í einhverjum löndum, en sá vafri skilgreindur sem dauður út af því að Microsoft búið að segja að hann end of life og núna bara held bara lok nóvember fer Microsoft actively að segja fólki þegar kveikir á IE11 notaðu Edge, náðu í Edge. Þannig að hann og frá og með held ég bara 2021 þá hann bara að engu leyti studdur. Síðan ætlum við að nota built-ins sem þá built-in polyfill byggð á því hvernig við notum, hvernig Babel les kóðan sem við erum að nota. Og ef Babel sér að við erum að nota okkur ákveðna virkni, þá ætlar Babel að polyfillana og við ætlum að polyfillana úr Core.js version 2. Og þetta, til dæmis ef við ætlum að nota async await, þá það ekki stutt að öllu leyti í öllum vöfrum. Þannig að ef við notum það og Babel sér að við erum að nota þannig kóða, þá mun það að nota Core.js polyfilli fyrir það. En Core.js þetta verkefni sem bara búið að taka saman öll polyfillin sem þarf og búa til modular standard library for JavaScript. Includes polyfills for ECMAScript up to 2020, promises, symbols, collections, iterators, typed arrays og fullt af einhverju öðru. Og svo þetta bara, svona notar þetta til þess að polyfilla þessa virkni. Og þetta hérna verið að vinna með þessi states hérna í stöðlunarferlinu. Temporal ekki hérna, þannig að við getum ekki byrjað, ég held að það sé bara nei. Þannig að það ekki til dæmis komið hérna, en hérna gæti ykkur farið inn og hann getur bara útfært þann staðal í þessu polyfilli sem síðan Babel getur það pikkað upp. Við getum skrifað kóðan eins og hann samkvæmt staðlinum og hann þá þýddur yfir í eitthvað annað sem hérna búið til og gert eitthvað magic hérna bakvið. Stopp, svona. Það ekki að sannlega gera. En síðan þurfum við að setja upp eitthvað skrift, en við ætlum að sleppa þessu skrefi, bara að hoppa beint yfir í næsta skref. En í þessu skrefi samt, þá erum við að vinna með einhverja möppu þar sem við erum með grunnkóðan okkar, við erum með sourceið okkar og svo erum við að keyra þessi tól sem að búa til transpælaða kóðan okkar sem þá fyrir distribution og þá það yfirleitt sett í dist möppu, stundum bara sett í build sem þá bara þetta buildaður kóði en við ætlum að vera með source fyrir grunnkóðan okkar og dist fyrir kóðan sem við erum að setja út. En þá komið að þessu skrefinu sem við ætlum að taka og skoða og það þetta að pakka kóða og það þá þetta sama við erum að gera með SAS. Við erum að taka marga skrár með ýmiss konar virkni og við erum að keyra í gegnum tólalínun okkar og við erum
búa til eitt pakka sem við síðan getum látið varvaran fá og notandi sér og notar á framöndanum. Og þarna getum síðan, og kemur svona lykilatriði í þessu, að við getum þá með þessu, getum við búið til umhverfi þar sem við getum sótt kóða frá öðrum, við getum sótt þess að eitthvað library í gegnum NPM og nota þau. Til dæmis getum við notað datefns, date functions, sem library sem að gera það miklu auðveldara fyrir okkur að vinna með dagsetningar en að nota date hlutin. Eða við getum notað þessu og sjáum við dæma eftir, eitthvað sem var búin að útfæra svona Caesar cipher fyrir okkur. En Webpack yfirleitt það svona, sem maður heyriði hérna mörgum oft á tíðum, en núna ætlum við að skoða rollup, og rollup bara kerfi sem að gera þetta fyrir okkur, JavaScript bundler, og hefur stuðning við ECMAScript 6 modules sem þá þetta import-export, og ég veit að þetta orðið alveg bara svona mikið að dóti, en ég vona að þetta svona fara að koma allt saman þegar við tökum sér dæmin og sjáum í raun bara dæmi sem að gera og nýta þetta allt saman. En við setjum upp rollup, við sækjum það eins og tólum sem við gert, við búum til config fyrir það, við búum til skrift til þess að keyra það, við getum látið rollup watcha verkefnið okkar, þannig að við getum í raun tengt þetta inn í allt þetta, þannig að við erum í raun að fylgjast með öllu og transpæla og keyra og þetta allt að dansa saman. Og rollup kostur við það í raun að það mjög svona lítið utanumhald utan það. Þetta í raun það minnsta sem við þurfum, að við þurfum að segja hvað input skráin okkar, og þá þetta eins og í ISAS, hvar byrjum við? Við byrjum í source, þegar það grunnkóðun okkar, hvar á að setja outputið okkar, það á að fara í dist bundle.js, af því þarna verður allar JavaScript skráðnir okkar bundlaðar í eina, formatið hérna á að vera iffy, sem þá immediately invoked function expression, eins og við sáum í seinasta fyrirlestri. Og við ætlum að hafa source maps, af því að source maps eins og við vitum hjálpa okkur við það að debugga kóðun okkar þegar eitthvað kemur upp á, þó hann sé transpælaður. Síðan þetta import og export, þá í raun til þess að geta búið til skrá í JavaScript sem að önnur skrá getur sótt föll úr. Og þá lítur þetta svona út. Við erum einhverja skrá sem exportar hérna eitthvað sem default, sem þá einhver hlutur eða fall eða strengur eða tala, eða við erum eitthvað sem nefnt. Þannig hérna við segjum að exporta nákvæmlega bar sem inniheldur nákvæmlega þennan streng. Síðan þegar við sækjum þetta, þá notum við import, þá sækjum við það úr einhverju skjali og þarna sjáum við þetta eins og þegar við erum að importa í SAS og þetta notar þessa hérna leið til þess að finna relatívar slóðir. Svo getum við sótt nefnd import, þannig þá eru þau svona innan brackets hérna, eða við getum sótt nefnd import og gefið þeim önnur nöfn. Til dæmis ef við væri að skrifa yfir eitthvað annað, eitthvað tveir hlutir heita það sama, þá getum við skýrt annan hlutin, eða nefnt annan hlutin eitthvað annað. Og við viljum frekar nota þessi named export, af því að þá getur ritillinn okkar bara pikkað upp og bara autocomplete fyrir okkur og bara æðislegt. Svo getum við, þegar við böndlum, þá auðveldara fyrir reikniritinn til þess að hrista tréð og losa okkur við það sem við notum ekki, þannig að við séum ekki að sækja of mikið af dótið þess að setja í böndlun okkar og það auðveldara að refactora þetta. Síðan erum við með plugins og þá getum við látið rollup keyra Babel og þá getum við látið það stilla fyrir okkur Babel og rollup keyrir Babel, þannig að tólið okkar að keyra annað tól fyrir okkur og við erum síðan að skila tól sem þannig að þá þurfum við að sækja alls konar hluti og þá flækist þetta ekki mikið en það bætist við hérna plugin og þá erum við bara að færa þetta hérna bara nákvæmlega sömu og við sáum í Babel áðan, þannig að þarna þurfum við bara að vera með eitt config skrá og svo erum við með hérna enn fleiri plugin sem við getum notað og þá getum við notað þessi hérna tvö til þess að geta sótt í Node.js kóða og þennan hérna til þess að geta sótt og uglifæja kóðan okkar. En svo komum við aftur að þessu, þar sem við erum í raun sett upp og við erum farin að byggja okkur risastórar hallir, skýjaborgir úr tólunum okkar. Við erum komin með bara þetta svona, já, viltu gera þetta? Þá þarftu þetta tól. Þannig að þú vilt gera þetta? Já, þá þarftu bara að bæta við þessu tóli og bara þessu tóli. Og núna þegar við tökum þetta allt saman og þegar sem við ætlum að gera núna í seinasta verkefninu í raun bara að við erum með öll þessi tól og þau eru orðin mörg
en það eitt að geta og skili hvað eitt og eitt gerir og hvernig við setjum það upp og hvernig við látum það tala saman gera það verkum að við vitum í raun grunninn að þessu, við vitum hvernig þetta virkar í praxis og það leyfir okkur þá að lesa úr og skilja hvað er að gera til flóknari verkefnum og í öðrum verkefnum og setja þetta upp eða ekki í verkefnum sem við vinnum. Af því að í enda dagsins þá er alltaf hægt að skrifa bara HTML og CSS og setja upp á vefinn og það getur bara gert nákvæmlega það sem við þurfum á þeim tímapunkti. En skulum taka okkur núna 7 mínútna pásu og svo ætlum við að taka dæmi seinasta hálftíman af tímanum.